Við ætlum að taka aðeins fyrir flóknari stæðu, þannig að við ætlum að þátta þetta nema við sjáum að það er allir komin einhver 5 hérna fyrir framan x í öðru og það er ekki þægilegt að þátta þetta svona. Þannig að það sem við ætlum að byrja að gera er að við ætlum að byrja að taka út fyrir svega og þegar maður tekur út fyrir svega þá þarf maður að finna einhvern sameiginlegan þátt í hverjum lið. Þannig að ég þarf að skrifa þetta, hérna er 5, þannig að ég geti skrifað þetta svona. Ég geti skrifað þetta sem 5x í öðru, 25x geti skrifað sem 5 sinnum 5x, mínus 70, það geti ég skrifað sem 5 sinnum 14. Ok, þannig ég sé að ég er með 5 hérna allstaðar í hverjum lið. Þannig að ég get tekið 5 út fyrir svega, þá skrifa ég hérna 5, geri hérna stóran svega og þá kemur x í öðru, hérna kemur 5x og hérna kemur mínus 14. Og ef þið ekki sjór á þessu, segjum að þið búin að gera svona, þið ekki sjór, þá getur bara tekið skref tilbaka, það er að segja margfaldað upp úr svegunum eða liða staðina. Margfaldað hérna, þetta verður 5x í öðru, þetta verður 25x, þetta verður mínus 70. Og þá sé ég með það sama hérna ég byrjaði með. Ok, eina sem þetta sýnir bara það er að það sé tókin út fyrir svega að það er rétt. Þannig ég ætla að skrifa það hérna aftur upp á nýtt. Ok, núna ef við horfum á þennan hérna part, að nú er þetta eitthvað sem við getum þáttað eins og við höfum gert hingað til. Þannig að setjum þetta svona. Þessi 5, hún bara kemur hérna fyrir framann og síðan ætla ég að taka þennan hérna part og breyta honum í þessa 2 svega. Ok, þannig að við byrjum á að gera x og x til að fá þetta x í öðru. Síðan horfum við á þetta hérna, þessa hérna tölu 14 og spáum því hvernig getum við fengið út 14. Við getum fengið 14 með því að gera 4 og 1 og 2 og 7. Það er ekkert meira sem við getum gert heldur en þetta. Og ég þarf að fá út hérna einhvern veginn þessi 5x. Og ég get ekki fengið það með því að nota 14 og 1, ég get ekki fengið út 5 með því. En þið sjáu að ef ég nota 2 og 7, að út af því get ég fengið 5. Þannig að þá er ég nokkuð viss að ég get nota hérna 2 og 7. Þá er lokaverkefnið er að setja plús og mínus. Og til þess að fá út 5 plús 5x, þá er þetta að vera plús og þetta að vera mínus. Þá fæ ég út 5x. Og enn og aftur, ég get bara að prófa margföldur upp úr þessum svega og athuga þannig hvort ég sé ekki alveg að gera örugglega rétt.